Nýbakað góðgæti. Netto. Komið þið sæl aftur, við erum að fjalla auðlindagarðinn á Reykjanesi og þýðingu hans fyrir svæðið. Það ekki víst að forvígismenn sveitarfélaganna á Suðurnesjum sem stofnuðu Hitaveitu Suðurnesja fyrir 40 árum síðan hafi gert sér grein fyrir hvaða þýðingu stofnun hennar myndi hafa fyrir svæðið í framtíðinni. Ekki aðeins hafa Suðurnesjamenn aðgang á ódýru heitu og köldu vatni og rafmagni, heldur hefur svokallað iðnaðarskólp, en það afgangsjarðhitavökvinn sem kemur úr orkuverum HS Orku í Svartsengi og úti á Reykjanesi. Einnig gefið af sér fjölda fyrirtækja sem hafa skapað yfir 400 störf á svæðinu. Albert Albertsson, aðstoðarforstjóri HS Orku, útskýrir fyrir okkur mögnuð áhrif auðlindagarðsins á Reykjanesi. Ég enn í grun að værum við að byrja í dag með þau lög og þær reglugerðir sem við höfum, að þá fengjum við aldrei að búa til svona lóð. Og það best ég veit og man, þá þetta samkvæmt, þá þetta yfirvaldi skilgreinir þetta sem iðnaðarskólp. En það hefur nú reynst nokkuð heilnæmt þetta iðnaðarskólp hér í Svartsengi eins og raun ber vitni. En það sem áhugavert náttúrulega við Bláa lónið það að Bláa lónið að nýta hrakstraum frá orkuverinu. Það sem annars væri hent og einskis nýtt. Í Bláa lóninu eru þrenns konar meginstarfsemi getum við sagt. Það baðstaðurinn sjálfur sem dregur til sín hvað á síðasta árum yfir 600.000 manns. Við erum með meðferðarstöðina sem meðhöndlar og þróar meðferðir fyrir húðsjúka, einkum psoriasissjúklinga. Og það má segja að það sé, ég kalla þetta þróun. Ég veit ekki betur en þar hafi læknir eða læknar verið að stunda sína doktorsvinnu, má segja, eða ná sér í doktorsnafnbót. Og síðan það rannsóknar- og þróunarsetur lónsins sem ég hef ekki hvað síst áhuga á. Þar eru menn að draga kísilinn eða kíslina út úr jarðhitavökvanum, kísl á því formi sem húðin sjálf getur tekið upp og síðan að taka lífríkið í lóninu, það að segja þörungana, og rækta þá. Og þörungarnir og kísillinn, þetta eru þessi virku efni í þessum glæsilegu vörulínu Bláa lónsins. Þarna Bláa lónið að nýta einn okkar helstu fjöndum, það að segja útfellingun eða kísilinn. Og þegar Bláa lónið komið svona, eða það farið að þróast vel, þá þróast í okkar huga þetta hugtak auðlindagarður. Og það má segja að í auðlindagarði þá séum við að nýta allar tiltækar auðlindir á þeim stað sem menn að vinna hverju sinni, bæði hlutbundnar og óhlutbundnar. Aðeins til þess að skýra þetta, hlutbundnar auðlindir eru að sjálfsögðu landið sem við byggjum á, jarðhitavökvinn eða jarðhitakerfið, grunnvatnið og það sem það gefur og svo framvegis. Til að nefna óhlutbundnar auðlindir eru sagan okkar. Mannkynsagan okkar, jarðsagan okkar, þetta notar Bláa lónið til þess að laða til sín gesti. Það auglýsingamáttur í þessu og svo framvegis. Þannig að auðlindagarðurinn hann snýst það að nýta allar auðlindir, henda engum. Og ég reynd þeirrar skoðunar að við ættum að taka allar orðabækur heims og þurrka út eitt skipti fyrir öll nafnorðið og hugtakið rusl. Það ekkert rusl til, það einungis til hráefni fyrir einhvern annan en þann sem býr til ruslið. Og
Þannig að við lítum á starfsemina hér í Svartsengi ef við hugsum okkur að það sé kassi. Allt það sem inn í þennan kassa kemur, grunnvatnið, jarðhitavökvinn, þetta eru, hvað maður að segja, þetta er hráefni í okkar starfsemi. Við lítum líka, við þvingum okkur líka til þess að líta á allt sem frá kassanum kemur sem afurðir. Afurðirnar eru grunnvatn sem kalt vatn til íbúa, heita vatnið, rafmagnið. Síðan koma hrakstraumarnir, það er lónvökvinn, getum við sagt, eða jarðhitavökvinn sem ekki er nýttur til framleiðslu á heitu vatni og rafmagni. Og það er jarðhitagasið sem fer út úr strompunum okkar. En í jarðhitavökvanum er uppleyst gas og við erum heppin hér á okkar jarðhitasvæðum, bæði út á Reykjanes og hér, að gasið er til þess að gera hreint. Þetta er 98% kolsýra, CO2 og eða 2% af brennisteinsvetni. Og 10% af þessu gasi sem fer hér út í Svartsengi, tæplega, það fer núna yfir til carbon recycling sem nærist á þessum hrakstraum okkar og býr til metanól eða tréspritt. Það sem carbon recycling fær frá okkur, það er grunnvatnið, það er rafmagn, það er gufa og það er gasið. Þeir eru á hverjum einasta spena sem orkuverið er með. Og með grunnvatninu, þeir taka inn grunnvatn, þeir kljúfa það sundur með rafmagni í vetni og súrefni. Súrefni fer út í andrúmsloftið, vetni er blandað við kolsýruna þegar búið að taka brennisteinsvetni frá því og svo fer þetta í gegnum ferli og út kemur tréspritt sem er þá blöndunarefni í bensín og annað. Það má nefna annað fyrirtæki sem er kannski ekki jafn augljóslega tengt hrakstraumum sem er þetta virkilega merkilega fyrirtæki, Orf líftækni, með gróðurhúsi hér handan við Selhálsinn, sem er að rækta bygg og í fræjum byggsins þá eru þeir að búa eða framleiða mjög sérhæf eggjahvítuefni eða prótín úr manninum. Ef eitthvað er high-tech á Íslandi þá er þetta high-tech. Þetta fyrirtæki er að fá frá okkur heitt vatn, rafmagn og kalt vatn og það hefur verið minnst á að þeir fái kolsýru héðan. Nú, ég man ekki hvort ég minntist á það áðan en Bláa lónið er að rækta þörunga, þessar sérstöku jarðhitaþörunga sem hér lifa og þeir fá gas frá okkur, örlítið svona gas, þeir þurfa nú ekki mikið, framleiðslan er ekki stór, en þó þeir fá gas héðan og þörungarnir sleikja út þegar þeir fá þetta. Nú, út á Reykjanesi, ef ég fer svo út á Reykjanes í huganum, þá eru 3 fyrirtæki þar sem eru tengd orkuverinu þar og nota hluta hrakstrauma. Reykjanesvirkjun er talsvert öðruvísi eða frábrugðin hér. Það má segja að þar er engin heitavatnsframleiðsla, þar erum við að framleiða 100 megawatt rafmagni og sú virkjun er sérstök fyrir æðimargt. Ég ætla að nefna 2. Í fyrsta lagi er þrýstingurinn inn á gufukverlana óvenju hár með þeim hæsta ef ekki hæsti í þessum jarðhitaiðnaði. Einungis eða ástæðan er að við erum að forðast útfellingar í vélunum sjálfum og síðan er hún sjókæld. Það er svokölluð Eimsvalavirkjun. Það er að segja þeim mun stærra eða meira þrýstifall við höfum yfir svona gufukverfil, þeim mun meira afl getum við klemmt út úr honum. Þetta er svona svipað eins og í vatnsaflinu, þeim mun meiri fallhæð við höfum á vatninu, þeim mun meira getum við klemmt út úr honum. Kælingin í Eimsvalanum út á Reykjanesi er sjór. Og það sem er sérstakt við sjóveituna okkar er það að það bil 100 metra frá strönd eru 12 borholur. Og það eru nú ekki djúpar, 50-55 metra djúpar, 700 millimetra á vídd og í hverri holu er dæla sem við
sem þá dælir sjónum upp og við fáum hann inn í dælurnar 8 til 9 gráður að meðaltali. Og þessum sjó er síðan dælt inn í orkuverið. En sjórinn er bara fenginn úr Atlantshafinu, þannig að við erum að draga sjóinn í gegnum þetta 100 metra þykka hraunhaft sem virkar þá sem sía eða filter. Þannig að við fáum engan gróður, við fáum engar skeljar, engin dýr eða neitt. Við erum semst að fá eins hreinan sjó inn eins og við unnt er að fá. Og þessi hreini sjór, hann semst fer inn í orkuverin, inn í kalda endan á túrbínunum og hann kemur út tæplega 40 stiga heitur. Og magnið er mikið, það sem við erum að dæla upp nemur svona meðalrennsli Elliðaánna. Þannig að þetta er feiknar mikið magn, eða tæpir 4000 lítrar á sekúndu. Og þetta er mjög hreinn sjór, hann er á stöðugu hitastigi 40 gráður og þetta er þar af leiðandi, hvað maður segja, auðlind eða verðmæt afurð. Og það er þar sem Stolt Seafarm kemur inn. Þeir hafa gert samning það að taka helminginn af þessu magni í það fiskeldi sem þeir eru að byggja og fyrsti áfanginn er kominn sem á að skila þeim 600, ef ég man rétt, 600 tonnum af flatfiski á ári og fyrsta uppskeran þar verður í september eða október. Og þetta fyrirtæki er þá að nýta hrakstraum frá orkuverinu. Hrakstraum í þeim skilningi að væru þeir ekki, þá væru þessu hent til sjávar og engin nýtti. Nú síðan eru önnur 2 fyrirtæki þarna, fiskþurrkunarfyrirtæki, Háteigur og Haustak og það sem þeir eru að þurrka sem sagt, hausa og dálka og sem er verðmæt vara í dag og þar að auki er ýmis þróun í gangi vinna verðmætar afurðir og slógi og svo framvegis sem er afar áhugavert, mjög svo. Og ánægjulegt að það skuli gerast hér í túnjarðurinn hjá okkur. Og til þess að ljúka þessu svona auðlindagarðinn, þá get ég nefnt það að fjöldi þeirra starfsmanna sem vinna í þessum fyrirtækjum sem nýta okkur hrakstrauma er 400 manns. Þannig að hrakstraumarnir veita 400 manns vinnu og ársvelta allra þessara fyrirtækja er svipuð eða meiri en velta HS Orku. Þannig að þetta hefur feikilega mikið að segja og ég fullyrði það að þetta ævintýri getur orðið miklu stærra og er rétt að byrja. Því með hverju nýju fyrirtæki sem kemur hérna og fer að vinna einhverja afurð, þá koma upp hugmyndir hvernig þurfa að tengjast henni og búa til eitthvað nýtt. Þannig að, og með þessum hætti, með þessari auðlindagarðs hugsun, þá hef ég oft sagt að þetta er verkfæri HS Orku til þess að stuðla að og ýta undir sjálfbæra þróun samfélagsins. Leiðu við þökkum fyrir okkur minnum við á að við erum með ferska fréttir alla daga á Víkurfréttavefnum vaff.is. Þar að finna fréttir úr mannlífinu á Suðurnesjum alla daga. Veriði sæl. Sushi, alltaf ferskt. Netto. Ert þú að fara til útlanda? Bílahotel.is geymir bílinn fyrir þig. Við sinnum viðhaldi og viðgerðum á meðan þú ert erlendis. Bílahotel.is